Hvað gerum við þetta? Jú, þetta margföldun, deilingarstrik, eigum við að prófa þátta. Hérna get ég tekið 2 tvísviga, það ekki x báðum megin, þannig ég get bara 2 sinnum hvað 2x, það x, svo kemur mínusinn, tvisvar hvað eru 6, það eru 3. Hérna tek ég 3 tvísviga á sama hátt. Hér tek ég 3 tvísviga og hérna tek ég 2 tvísviga. Ég að gera þetta rétt? Sýnist það. Það sem að mér finnst best að gera hér að setja þetta upp á eitt strik og skrifa bara það sem fyrir ofan strik. 2, x mínus 3, 3, x mínus 1. Það sinnumerki hérna á milli, við megum skrifa það. Já, betra að skrifa það í sjálfu sér. Hér eru ósýnileg sinnumerki sem við skrifum ekki. 3, x mínus 3, 2, x plus 2. Og sinnumerki líka hérna á milli. Hvað má ég gera næst? Jú, ég má stytta út það sem eins. 2 á móti 2 og ég verð að passa, það verður að vera 2 fyrir ofan og 2 fyrir neðan. 1 tvistur fyrir á móti 1 tvist. Þristur fyrir á móti þrist. Ef það þristur og þristur bæði fyrir ofan, það styttist ekki út. Og af hverju styttist þetta út? Jú, af því að 3 deilt með 3 er 1. 2 deilt með 2 er líka 1. 1 breytir engu í margföldun og deilingu, það er svona má það fara. X mínus 3, ég má taka út heilan sviga á móti heilum sviga. En hér x mínus 1 yfir x plus 2. Get ekki stytt, ég má alls ekki stytta x á móti x hérna, því ég má ekki taka nema það sé stök tala í margföldun, stakur bókstafur í margföldun eða heil sví í margföldun sem má styttast út. Hér ég ekki að taka út fyrir sviga, það ekki x hérna aftast. Þá ég að fara þátt í 2 sviga. Og það x og x, því það x í öðru. Mínus hér, það segir mér þetta plus og mínus. 10, þá þetta annarkvort 1 og 10 eða 2 og 5. Ég sé hér 3, þá þetta plus 5 og mínus 2. Af því ég fæ plus 5x, mínus 2x, það eru plus 3x. Hér þátt í 2 sviga. X og x, að þetta x í öðru. Mínus hér, því þetta plus og mínus. Mætti alveg vera mínus og plus, það breytir ekki öllu. 6, 1 sinni 6 eða 2 og 3. Hér 1, því að x stendur fyrir 1x. Það þýðir þetta eru 2 og 3. Hér plus, þá þetta plus 3 mínus 2. Hér get ég notað samokaregluna. Þetta 5 plus x, 5 mínus x. Þetta í öðru fyrir framann í báðum svigum, plus og mínus, þetta í öðru fyrir aftan í báðum svigum. Hér, þátt í 2 sviga, x og x, hér mínus, þá þetta plus og mínus líka. Hér mínus, þá stærri talan hér, þetta 15, þetta 1 og 5, 1 og 15 eða 3 og 5. Hér 2, þá þetta 3 og 5, þá þetta mínus 5 og plus 2. En nú þarf ég að passa mig. Nú ætla ég að setja þetta aftur, eða kannski ég ætla að skrifa 1 þrep áður en ég setja þetta upp á 1 stórt strik. Hér deiling. Þá þarf ég að snúa þessu við og breyta þessu í margföldun. Skrifa þetta eins og þetta x plus 5, x mínus 2, x plus 3, x mínus 2. Hér þarf ég að snúa, þannig að það sem fyrir ofanstrik kemur niður fyrir. 5 plus x, 5 mínus x, og það sem var fyrir neðan fer upp. X plus 2, x mínus 5. Nú ætla ég að skrifa þetta upp á 1 strik. Gæti ég framlengt strikið hérna? Já, ég ætla ekki að gera það núna, bara svo þið sjáið, svolítið þrepin í þessum, og það verður hver og einn að finna svolítið hvað hendar fyrir, þetta átti að vera x mínus 5, svona. Hvað hendar fyrir hvern og einn? Ég veit ég að skrifa svolítið mikið niður núna. En það til þess að það fær ekki neitt fram hjá ykkur. Og nú þetta orðin, allstaðar margföldun á milli.
af því að nú þetta ekki tölur eða svoleiðis, þá má ég sleppa öllum margföldunarpunktum. Það eru margföldunarpunktar hérna á milli sem ég bara skrifum ekki. Hvað má ég stytta út? X mínus 2 á móti X mínus 2. Það eru, þetta átt að vera 3 hjá mér. Það leiðrétta það. X plus 3 á móti X plus 3. Þetta var 15 munið. Ég skrifaði hverju hluta vegna 2. X plus 5. Það er í raun ekki X plus 5 hérna. Nú ætlum ég að skrifa þetta upp aftur það sem er eftir. X plus 5. X minus 5. Yfir 5 plus X á móti X 5 minus X er þetta. Er þetta það sama? Já. Ég má nefnilega skipta á þessu. Ég verð bara að passa að láta merki fylgja. Hér er plus 5 og plus X. Ég viksla því. Þetta er áfram plus X og plus 5. Það er það sama á X plus 5. Og þá má þetta fara. En er þetta það sama? Má ég gera það sama hér? Ja, ef ég sníð þessu hérna, og nú ætlum ég að skrifa það aftur, X minus 5. Ef ég sníð þessu, þá fæ ég minus X plus 5. Og það er ekki það sama. En get ég gert eitthvað svo það verði það sama? Já, nú ætlum ég að færa mig hérna til hliðar. Ég ætla ekki að gera upp á striki. Ef ég tek mínus út fyrir svega, þá þarf ég að margfalda, þetta er í raun mínus 1, en ég skrifa bara mínus, þá verður þetta plus X og þetta mínus 5. Af því að mínusunum plus er mínus, mínusunum mínus er plus. Og nú má þetta fara. En hvað er þá svarið? Mínusin er eftir, er svarið 0. Nei, ef ég stytta allt út í svona, þá er svarið 1. En af því að það er mínus hérna, þá er svarið mínus